Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Í þessum fyrsta Food and Fun þætti okkar í mat og menningu ætlum við að skoða smábátahöfnina í Reykjavík þar sem hefur skapast frábær stemming meðal veitingahúsa. En við ætlum að byrja á því að heimsækja Brynjar Eymundsson út á Granda í undirbúningseldhúsið hans þar sem hann er að laga fyrir okkur sjávarréttasúpuna sína. Food and Fun er matarhátíð sem á sér nokkur ára sögu og slegið rækilega gegn og fest sig í sessi sem helsta matarhátíð Reykjavíkur. Meistarakokkurinn Siggi Hall hefur verið guðfaðir hátíðarinnar og tengir hann saman erlenda matreiðslumenn í fremstu röð og íslenska veitingastæði. Nú í ár eru 16 veitingastæðir sem fá til sín gestakokka allstaðar að og þar fléttast saman nýjustu straumar og stefnur í matreiðslu og íslenskt hráefni. Við ætlum að heimsækja nokkra af þessum veitingastöðum í aðdraganda hátíðarinnar og fá að smakka brot af þeirra besta. En við ætlum að byrja hjá honum Brynjari Eymunds á veitingastæðnum Höfnin. Góðan daginn, Brynjar Eymundsson. Ég frétti af þér hérna í undirbúningseldhúsinu þínu og ég ákvað bara að ráðast á þig hérna. Já, gaman að segja þig. Sko, ekki bara ég frétti að væri hér, heldur að henda í það sem að málið snýst í dag, það er humarsúpan þín. Já. Ég er búinn að heyra af henni sögur og nú verð ég að fara að láta reyna á málið. Sannarlega humarsúpa en með blönduðum skelfiski. Já, sjávarréttasúpa. Já. Og hvað hérna... Hér er byrjunin, sko. Hér eru 150 lítrar alveg á soði. Hér ertu með í öllum pottum og öllum ílátum sem það kemst í. Og þú ert að nota bara humarklær. Þetta er bara alvöru og grænmeti og þau krydd sem að til þarf. Já. Sem er að sjálfsögðu reyndamál. Já, við látum þetta ekkert upp, sko. Það verður að vera svona smá. En þessi súpa er búin að vera, sko, á matselunum frá upphafi, sko. Hér ángar allt, leið maður labbar inn, það er bara eins og að labba í humarveislu. Og hvað ertu svo lengi frá soðgerða diski að sjóða niður og græja og gera? Sko, það sem við gerum, við sjóðum þetta í svona 6 tíma. Já. Og þá hendum við klónum og sjóðum niður um 70%. Það er misjætt hvað þetta tekur langan tíma, þetta er allavega, sko, uppið til 2 dagar. Þannig að byrjunin er kannski, hvað ertu með, 100+ lítra í dag? Já, 150 lítra eitthvað svoleiðis í öllum pottum hérna, aldrei eldavélinni og stóra pottum. Og þú átt nokkra? Og þetta er ég að gera, sko, já, sérstaklega í sumartíman er ég að gera 3 í viku. Já. Og hérna, já, og þetta er mjög mikilvægt að þetta sé gert frá grunni ef að súpan á að vera góð. Já. Það er soðgerðin sem skiptir öllu máli. Alveg súpa. Já. Lyktin er nú svo rosalega hérna inni. Ég verð nú eiginlega að plataði með mér, sko, bara út á veitingastæðinn. Já. Í litla þorpinu við höfnina. Já. Þar sem að þið eru nú orðin flottur veitingastæðakjarni. Já. Mikið matarlíf. Mikið af stöðum, flottum stöðum, já. Má ekki plata því eldhúsið þar og við... Við býðum bara upp á súpu. Æðislega. Förum við í það. Það er ekki. Brynjar, við erum kominir inn í eldhúsið þitt og súpan er komin yfir. Við erum búinir að sjá svona byrjunina og soðgerðina. Nú ætlum við að klára málið. Sko ef ég ætti nú að vera hérna megin, þá þyrfti ég náttúrulega að fá að lána hjá Galla. En ég er nú bara svona í menningarreissu í borginni, þannig að ég er laus í dag. Ég ætla að vera á frívæktin í dag. En ég get ekki beðið mikið lengur. Má ekki bara tilla mér og fá að smakka. En þið notið humar, bláskelina og hörpuskelina. Já, og fennel. Fennelin. Já, og svo þeittan rjóma. Þetta er sýnilegt allt í súpunni.
tillum okkur. Er ekki? Lyktin, hún sko... Soðið bara 30% af þessu, Já. Það búið að sjóða svo mikið niður. Svo alls og uppsæðið var hvað margir lítrar sem við horfðum á? Út á Granda? Já. Ég skal ekki segja, 150 lítrar. Já. Verða 30, 40. Já. Og svo annað þess af rjóma og konjaki maður og allt mögulegt, hvítvíni og smjör í endan. Nú býð ég ekkert... Það svona heilsusamleg fita. Já. Ég smjörið ekki komið í tísku aftur? Jú. Íslenska smjöri, sko. Ég hef alltaf sagt að ef það er bilað í matreiðslu þá bætum við bara við smjöri. Þetta er rosalega gott, Brynjar. Þetta er nú trúlega... Þetta sko verðlaunasúpa Reykjavíkur 2012 hjá Reykjavík Grapevine. Já. Í fyrsta sæti. Þannig að við getum sagt þetta sé besta súpan. Já, við höfum haldið þessu frá upphafi, þessari súpu á matseðlinum, ásamt reyndar plokkvískinum okkar. Já. Það er svona aðalsmerki svolítið okkar að vera með klassíska rétti. Íslenskan mat og poppa hann upp. Já. En þetta er nú ekki fyrsta humarsúpan sem þú býr til. Hvenær byrjar þú á vaktinni? Já, sko, ég segi stundum félögum mínum í Ganni að við Hornfirðingarnir, ég kem þaðan, við fundum upp humarinn, sko. Já. Og ég byrjaði þar, sko, 15 ára. Ég held sér búinn að vera í eldhúsi í 45 ár. 45 ár? Já. Ég á aðeins eftir í að ná þér. Já, þú getur verið sonur minn, Ganni. Já. Og þessi staður hérna í höfninni, þetta er svakalega fallegu staður og þú horfir bara á bátana sigla hérna inn og út rétt fyrir utan, út úr höfninni. Bara hérna við 4 metra frá, sko. Já. Og mikið líf í kringum hvalaskoðunina, sérstaklega. Nú, við komum að þessum kofa, vil ég segja, bara alveg hráum. Já. 2010. Það var ekkert í rynni, hvorki rafmagni gluggar eða nokkur hlutur, en þetta hitt okkur strax. Það er mikið sál hérna. Já. Voru þetta gömlu verbúðunar bara hérna í... Já. Hér bjuggu Færeyingar aðalega á árum áður fyrir stríð og hérna á efri hæðinni og fiskverkunum var niðri, sko. Þetta átti alltaf að rífa fyrir hérna hrun en fyrir glerhallinnar. Já. En hrunið bjargaði þessum 3 fallegu húsum, litlu. Nú er yður alltaf lífi? Alltaf lífi. Og matur nánast í hverju plássi? Já. Topp hús hérna allt umkring. Já. Það er komið 13 veitingahús hér á smá kafla bara á þessum 4 árum. Það er rosaleg sprengja núna í frábæru veitingastöðum hérna í Reykjavík. Já, segja það. Og er nóg að túristanum til þess að fylgja þessu eftir? Já, sérstaklega yfir sumarið og það er náttúrulega ofsalega skemmtilegt hérna úti í góðu veðri, sko. Við erum með góða útiaðstöðu. Já. Og þar erum við að elda líka. Já. Kræklingurinn okkar er í hávegum, hann er nú einn af aðalsmerkjónum líka. Íslenskur kræklingur og ég elda hann hérna bara úti fyrir gesti beint upp á disk. Men lyktin liggur hérna bara yfir höfninni. Já. Þetta er yndislegt. Og hérna, ekki þar fyrir að við hérna sinnum mjög vel lambakjötinu og íslenska nautakjötinu. En nú sá ég hérna upp á veggjum áðan þegar ég kom inn að hér eru gömul skip og saga tveggja manna sérstaklega.
Þetta tengist þér eitthvað þessi kallar? Já, við tilengum okkur fjölskyldan föður mínum sem var hafnsögumaður á Hornafirði til nokkra áratuga og tengdapappa sem var Briti á Gullfossi öll árin, sótti Gullfoss og skila honum sem var nú eina farþegaskip í eigu Íslendinga. Og það lá hér alltaf á miðbakkanum, Guðmundur Þórðarson, og það nú ekki úr vegi að má alveg koma fram að það 100 ára áttíð hans núna bara þessa daga. Já, þannig. Mikill og merkilegur maður sem var, sem var litið til í veitingabransanum, var á Hótel Borg í upphafi Hótel Borgar 1931. Mikil svirtur Já, hann var það kallinn, já. Svona í aðdraganda Food and Fun, við myndumst nú kannski ekki mikið á þinn mann, hann að koma, hann Alvaro frá Spáni. Já. Og ertu búinn að googla hann, veistu mikið hann? Já, ég veit orðið svolítið mikið hann, þetta mjög merkilegur kokkur, hann hefur mikla reynslu. Já. Hann búinn að starfa á allmörgum Michelin-stöðum sem nú stjarna okkar kokka, það Michelin og hann virðist vera, ég hef ekki talað við hann sjálfur ennþá og við bíðum núna í þessum töluðum orðum eftir matseðlinum. En ég vænti mjög vel á honum því að það rosalega flottur staður sem hann að koma frá, sem hann á í Bilbao á Spáni. Þið farið hér í Sparigalan á Food and Fun hátíðinni og talið spönsku? Já, sannarlega. Gunnar, takk kærlega fyrir okkur. Sömuleiðis. Ánum förum til hans Eyjó, við erum steikhús. Þá kíkjum við aðeins í eldhús og ég ætla að henda í minn Bernes með lambalærinu sem ég ætla að borða í kvöld. Og það kannski skrítið ég sé að hendi í Bernesin núna, en ég ætla að setja í Bernes sem að heldur sér. Smá tricks og þá engin hætta á að hann skilji. Ég með eggin mín hérna í skál og til þess að skilja rauðurnar frá hvítunni að þá tek ég bara utan rauðuna, velt inn á milli fingrana. Bingo! Þetta pínu subbulegri heldur en að velta þessu á milli skurnana, en virkar fínt. Ég búinn að bragða smjörið mitt og ég með örlítinn rjóma til þess að svindla pínlítið, komum betur á honum á eftir, og ég með eggjarauðnar mínar. Þetta svona grunnurinn. Ég ætla að setja Bernes Essence í rauðurnar, vel af estragoni og ég styrki minn Bernes með örlitlum krafti. Hér sjálfsögðu hægt að nota allan kjötkraft eða grænmetiskraft eins og ég með í dag. Hérna ég komin með bragðefni mín, edikið eða Bernes Essenceinn og estragon. Smá kraft. Ég ætla að stinga þessu út í rjóman minn. Þetta var ekki mikið, en hérna ég komin með þennan fína grunn. Bráðið smjör og við byrjum rólega. Hérna aðalmálið að byrja rólega með smjörið í smá slöttum. Og við sjáum þegar ef að sósan byrjar að skilja sig, þá þurfum við að píska hana aðeins áfram. Ég með volga hellu. Bernes má sjálfsögðu ekki sjóða, því þá erum við bara komið með hrærð egg. Og hitt tricksið að nota töfrasprottan eins og við köllum þetta í eldhúsinu.
Ef að bernisin okkar að verða of þykkur, allt til að setja örlítið volt vatn eða rjóma. Nú, eins og ég sagði áðan, þá ætla ég að borða bernisin í kvöld, en það nokkru klukkutímar í það, og ég ætla að setja smá sósujafnara, bara örlítið, út í. Og hita hann svo varlega upp í kvöld. En í minn bernis ætla ég að svindla smá sweet chili. Það svona til þess að aðgreina hana frá öllum hinum og gerir hana að minni. En nú komið að því að smakka bernisinn. Og eftir auglýsingar förum við til Eyjó á steikhúsið. Það Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Núna erum við búin að fá okkur súpu hjá honum Brynjari í forrétt. Við ætlum að fara yfir götuna og fá okkur góða steik á steikhúsinu. En þar þeir einmitt með 200 vín á lista og þeir eru umhverfisvænir strákarnir þar sem þeir eru með allt á iPad fyrir gesti sína. Löpum yfir og fáum okkur steik. Eyjólfur, yfirkokkur, þau eru komin að hjarta steikhúsins. Já. Það væntanlega þessi græja þarna. Það þessi græja hérna, það ný brasa, kolaofnin. Þetta kolaofn? Já. Og allar steikur fara þarna í gegn eða hvað? Allt. Allar steikur, allur fiskur, kjúklingur, allt inn í ofnin. Já. Og þetta svo inni í bænum eða hvað? Já, eins og staðan og það komnir einhverjum litli ofnar sko. Já. En þetta svona langstærsta kvikindið sko. Tekur alveg, ég tek ekki 70-80 manns á klukkutíma í þessu sko. Og hitinn svona... Þetta í kringum 250 og upp í 350 gráður sko. Svo við förum með hann. Það eftir bara hvað maður hliður að kólum sko. Hvað erum við með hérna? Þetta 350 grama. Þetta er ribbæ. Þetta bara hálft nautabak eins og maður segir. Já. Þetta sver biti sko. Alvöru kjöt. Það var smellað þessu grilli fyrir ykkur. Já. Og bara loka þetta? Svo tekum við hérna, bara yfir hitan, lokum og leiðum við bara liggja aðeins á. Fá allan reykinn og allt svona íkta bragðið í sig sko. Og medium rare? Medium rare, það bara listasteikingin. Ég get ekki beðið. Ég ætla bara að tilla mér og byrja að hlakka til. Já, það bara að gera. Ég ætla líka að fá að bjóða þér hérna upp á forréttaplata sem við erum með. Já. Þetta svona... Það þessi hérna? Já, það svona signature réttur hjá okkur. Þar sem við tökum hérna bara ákveðin atriði af hérna matseðlinum, blöndum þessu svolítið saman og lefum nú svona kúnanum að njóta þess besta sem við höfum á matseðlinum hverja sinni. Já. Ég tek það bara tvöfald á því í leikveiminni í fyrirmáli. Já. Ég ætla að tilla mér. Og það aðeins fá að sýna því. Það kallinn, hérna bara signature okkar. Gæðablandan, svona margir vilja fara í. Hérna erum við svart fugl með japanskum mayo og paprikusultu, saltnötur ofan á. Svo erum við humarkúlur sem við tökum humarinn, eldum hann í bechamel, pannerum þetta og það er svona appelsínusós ofan á því og engifer undir. Svo erum við grísarhifin með pekannetum og hrásalati sem við gerum hérna heima og svo erum við hrefnu, tataki, mjög vinsælt. Þar erum við með svona tamarind jalapeno sósu og chilisósu. Að gera, diginn.
Hérna kemur það sem þetta gengur út á. Nú aðal málið. Já. Þetta steikin. Rosalegt Eyjólfur. Með dýr grillaða maís svona, bernisósu. Já. Og svo erum við heima tilbúna, svona þrístætta franskar. Það allt svona gert á staðnum og leggja mikið metnað upp úr því. Þetta náttúrulega, sko, þetta rosalegt. Þetta bara alvöru. Já. Bræðið eftir því, sko. Já. Hvað hérna, þið eru með þetta grillhús. Já. Sem er náttúrulega... Þetta er svona rífandi gangur í því, sko. Já. Mikil uppleið, sko. Ekki brjálað að gera? Jú, það er alveg ljómandi flott að gera, sko. Og hvað er að seljast? Er það nautakjöti? Já, það er langt mest. Nautasteik, klassísk? Rosalega mikið. Nautbernes, nautpiparsósa. Já. Þetta er rosalega vinsælt, sko. Lundin alltaf situr svolítið í Íslendingum, sko. Þannig að það er svona manarei. Er það ekki að breyta svolítið? Er ekki nautalundin aðeins að víkja fyrir Já, það byrja svona hún á... Fitusprengdar í vöðum sem eru jafnvel bara bragð meiri. Já, mun meira bragð af þessu. Ribbaði er miklu ríkara bragði heldur en okkur tíma lundin, sko. Já. Það náttúrulega, það eru sínar í og það náttúrulega, nautið er þannig bara upplagt og gert, sko. Já. Við breytum því ekkert. Þetta er bara náttúran. En eru þið byrjað að hita upp fyrir Food & Fun? Þú ert búinn að kynnast þínu manni aðeins. Jó, það er hérna Chef John Mooney. Já. Hann kemur frá New York, hvað það ekki? Jó. Það er hérna, hann kemur frá veitingastað sem að hérna ræktar í rauninni allt hérna kálið sitt og grænmetið sitt sjálft. Já. Sem eru hérna upp á 7. hæð. Það er svona litli kryddjurtisgarðurinn hans og hérna hann nær í rauninni að gera þetta 10 mánuði á ári. Já. Já, 10 mánuði ársins. Já. Þannig að það vera bara svona sjálf. Spennandi kall. Já, þetta lítur vel út, sko. Já. Svona með það sem að séð að matselum á annað hjá honum. Hann er svona á svipuðu róli og við erum líka. Já. Og það er kannski ykkar vinkil í Food & Fun að þið eru aðeins öðru sinni hinnir. Já, það er svolítið svoleiðis, sko. Vera steikhús í hátíðinni. Í hátíðinni. Þetta er náttúrulega fjærrétta seðill sko, þannig að það er ekkert flókið í rauninni að leggja upp. Allt það sem að Food & Fun vill, sko, það er alltaf að fylgja þeim kröfum, sko. Já. En þetta eru náttúrulega frábært tækifæri fyrir íslenska fagmenn að kynnast kannski einhverju nýju og fá nýja strauma inn í eldhúsi sitt. Sko. Já, það þurfum ekki að sækja vatni yfir lækinn. Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega ákveðin metnaði sem fylgir þessu verkefni, Food & Fun. Já. Og að vera með í þessu, það er náttúrulega bara sýnir fram á það að við erum að reyna að leggja okkar á mörkun líka og gera þetta svona alvöru. Það verður mikið fjör og mikill matur. Þetta verður spennandi. Og ég bið kærlega að hilsa Amerikanunum. Eyjólfur, ég ætla að halda áfram í steikinu, hún er svo girnileg. Gerðu það, Kallinn. Takk kærlega fyrir að taka á móti okkur. Ekki máli, verið góður, Kallinn. Takk. Nú látum við staðar numið í þessum fyrsta Food & Fun þætti okkar hér í Mat og menningu. Við höldum áfram að borða matarborgina Reykjavík í næsta þætti, en þökkum fyrir í kvöld, verið sæl. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annað.